Það mjög sjálfstæðislegt Mín skilaboð eru þessi. Við ættum að hafa Ekki vera fátækur. Við ættum að vera Við ættum að hafa meira ágjörð því í stað þess að hafa ágjörð þeim sem hafa há uppgefin laun og borga þar leiðandi ógeðslega mikið samfélagsins að það sé einhver sem sé að reyna að komast hjá því. Diljá innst inni, hún bara ESB-sinni sko. En ég alveg sama hvort við förum í ESB eða ekki. Þetta segir Jakob í hvert einast skipt sem við hittum og heldur að það muni bara svona bara stick to me Nei, sko. ég bara veit það skilur, Sigmundur Davíð, hún alveg saman með ESB sko. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boði Alvörubón, Ljárdalur.is, Bæjarins bestu pilsur, Polsen og Happy Hydrate. Nú ef að þú ert að hlusta á þetta núna í opnu streymi, þá getur þú farið inn á pardus.is/einpæling til að fá þennan þátt á undan öðrum, samhliða því að fá hann án auglýsinga. En snúum okkur á þættunum, gjörið svo vel. Bæði að segja einhverjum 5 hluti sem eru óþolandi. Vá, mér líkar sem svo vel við hann að ég eiginlega hef ekkert. Þetta er vont, það er enda vont að reyna að baktala Jakob. Já. Kannski bara félagskapinu sem hann er í. Hanna kemur hann. Oft kemur illur. Blessaður. Við ætlum að fara að tala illu þig. Ég skrifaði það í spjallið og hann dreif sig þegar ég sagði það. Við ætlum að segja 5 hluti sem við þoltum ekki þig. Við erum svo að byrja að taka upp, sko. Já, vel gert. Herri, ég ætla að stilla kameruna hérna. Diljá, segðu hvað... Og voruð maður að segja eitthvað margljótt eða? Nei, veistu það góð við það er að Tóti, hann hendi bara í mér líka svo vel við Jakob. Já, það er ágætt. Þú varst ekki eins og hérna. Vil heyra það? Við Diljáði bara magnaði einhver tali vel einhver. Já, bara ánum fjarstöðum líka. Já. Hver gerir það? Hvað hérna? Jæja. Þá erum við byrjuð. Við erum komin í þetta. Valkyrja elskendur. Já. Það er við. Það er við. Hvernig eru þið? Þetta er svo vont orða mörgur leiti. Ég er það bara. Já. Ég meina, sko, með við allavega síðustu ríkisstjórn, þá er þessi að brillera. Það er þannig. Ég er ekki að grínast. Skólastjórnundur í Borgarholtsskóla sem er bara mjög ósammála. Já, það er búið að vera 1 og 1 dæmi. Já, það er smá óhöpp. Já, en ég meina, en að því undanskildu, þau eru að fara að fjármagna heilbrigðiskerfið með veiðigjöldum frá ríkum dickheads og er að fara að ég raun að sjá til þess að lífið verði hér á Íslandi töluvert betra. Já. Þannig að það er gott að sjalarnir hafi ekki lengur völdin út af því að þá væri SFS búið einhvern veginn að ná að Mafían í SFS. Mafían í SFS búin að tróða ofan í sjálfstæðisflokkinn og þeir þannig eins og náttúrulega bara afættur. Við, Tóti, sem erum í talsambandi við brothættari byggðir og litlar útgerðir allt land, við erum bara þessu hjartanlega ósammála. Það er það sem við erum. Brothætt byggð. Þetta verður alltaf einhvern veginn svona, þeir fyndið sko, það er núna náttúrulega eins og ég er búin að vera að koma inn á undanfarni sko mánuði, Vóki er náttúrulega dautt sko, en nú er sjálfstæðisflokkurinn byrjar að vera svona undir okkar hópar á landsbyggðinni. Ekki undir okkar, bara, er það undir Grafavogur, bara þetta er brothætt byggð. Grafavogur reyndar ekki brothætt byggð, en náttúrulega það sem er undirliggjandi með Gráin er að við erum alveg á nippinu að fara að kljúfa okkur út úr Reykjavík. Alveg á nippinu. 19.000 manna hverfi. Ég hef bara fengið áskorun á 500 manna fundi í Grái. Það er bara fleiri heldur en eru í Viðreisn, sko. 500 manna fundi í Grái sem ég bara ætlar þú sem þingmaður Gráós að leggja fram lagabreytingu þannig við getum klofið okkur út úr Reykjavík, já eða nei. Heldur það sé góð hugmynd? Velti því fyrir mér, sko. Sko, Vestmannaeyingar, það er ekkert langt síðan ég átti með því að Vestmannaeyingar, þeir eru með ráðhús, sko. Hvar myndi ráðhúsi vera í Grái? Spönginu væntanlega? Nei, nefnilega ekki. Það myndi þetta vera í Foldaköri. Í þessum sjálfstæðisal þarna. Einmitt. Jakob, hann þekkir sitt hverfi. Hvað sjálfstæðisalur er það? Sjálfstæðisalurinn í Foldaköri. Þeir eru upp í svona aðeins gamal gróðu hverfi, þannig að það er ekkert þetta. Aðeins gamal gróðu hverfi. Þú ert bara eins og hérna embættismaður utanríkisráðuneytisins sem kom upp í Gráin, en einhvern veginn að sækja gulla og hérna kerði svona inn yfir gullubúruna, kom inn í hverfi og sagði vá, mikið er Gráin orðinn gróin. Er Foldakverfi hérna hverfi þar sem virðist vera sem eiturlega maður hefur teiknað og get ekki gert eina beina línu. Það er allt í einhverjum beyjum. Ekki ein stór beygja, er það ekki Foldakverfi? Nei, Foldakverfi er ekki. Jú, þetta er pínu svona beygja og síðan keyrur niður úr beyjunni inn í hverfi. Já, og vitið hvert skipulagið er í Foldakverfinu? Það er sko þannig að það er svona miðjuvegur sem heitir Fjallkonuvegur. Og fyrir neðan hann, þar eru köldufoldirnar. Nei, heitufoldirnar og fyrir ofan köldu. Skiljið, það skiptist þannig. Jökla, fanna, frosta uppi,
fyrir neðan það að reykja, loga, funa hugsið ykkur, þetta listrænt. Ég heldur þetta bara, þú veist, er ekki gráðurinn aðalega kjósa Viðreisn? Er þetta ekki svona raunverulegur hægri flokkur? Engin í gráðu sem kýs Viðreisn. Engin. Nei, engin. Það er líka það, og það sem er svo gott við gráin er að þetta er svona self-made fólk. Það er engin lottovinningshafar í gráu, engir. Engir hvað? Lottovinningshafar í gráu. Í alvörinni? Nei, þetta er bara self-made fólk. Ok. Það er þemað okkar. Það er alveg skemmt, ég kom hann í gráu en daginn, því að ég og Diljamist vorum alltaf saman á laugardaginn, það var playdate. Og við hittumst með börnin og ætluðum að fara eitthvað út og ég stakk upp á, það er skemmtilegu garður í Breiðholtinu og Diljamist sagði bara, nei, ég er ekkert að fara í Breiðholtið, hún hefur ágjörði að börnin sín, getur ekki verið það úti, börnin sín hitti útlendinga eða eitthvað, og við förum inn sem sagt og leyfum að horfa hérna bíómynd og ég hafði vissi ekkert hvað ég ætlaði að setja á hann, ég setti bara á eitthvað sko og setti óvart á Emil í Kattholti. Og þá kemur dóttir hennar Diljamist bara froðu fellandi út eftir smá stund og sagði bara, hvar er fjölbreytileikin í þessari bíómynd? Hvar er fjölbreytileikin í Emil í Kattholti? Og ég náttúrulega bara gerði þetta óvart og setti á Moana í staðinn, en ég hugsaði með mig bara, það er menninganám í Moana, það er ekki hort að það með mér. Þetta eru framfarir. Já, hún er hreinlega meðvituð bakslæðið. Hún er meðvituð bakslæðið. En þú sko, þetta er náttúrulega, þessi saga, hún er auðvitað sönn, en hún er líka svo lýsandi því að börnin mín eru raunverulega, það er eiginlega, maður getur ekki opna á sig munnin á þess að börnin mann séu farin að kalla mann rasista, sko. Já, þau eru svo meðvituð. Eru börnin þannig? Ég meina, þetta bara, ég held að sé bara börn í dag, ég meina þessi unga kynslu, þau eru meðvituð bakslæði. Já, ég gat ekki tala, það var alltaf við erum hætt að nota þetta orð. Já. Við erum hætt að nota þessi orð. Já, kæri vinnur. Sko. Kæri vinnur. Hvað er hún gömul? 9 ára. Hún er reyndar að horfa Friends núna, hún er í 9. seríu, sko. Og það er engin meðvitund bakslæði þar, sko. Í Friends. Nei, það er ekki mikill það er ekki nægur fjölbreytileiki, sko. Engin fjölbreytileiki. Það er bara útlendingur og innflytjandi hann á stangli, svona kannski 4. hverju þætti. Fagnar þú fjölbreytileikanum, Diljá? Auðvitað fagnar ég fjölbreytileika. Ég er svolítið að taka í vinnunni, sko. Koma svona sem aðstæðamaður ráðherra. Já. Það rekst maður á einhvern sérfræðing og svona. Finnur þú fyrir bakslæðinu? Og vera bara alvarlegur allan tíman, skilur. Fólk var hvað bakslag? Bara, þetta bara sækir svo mikið á mann, þetta bakslag. Síðan finnst fólkið það bara skemmtilegt, sko. Ekki bakslæði, heldur bara þú að tala bakslæði. Nei, bara einhvern veginn fyrir að hlæja, skilur. En þú veist, ég veit ekkert af hverju það er fyndið. En síðan bara gerir maður þetta aftur og aftur og aftur með nýjan sérfræðing. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Ég sko spái að bjóða Jakobi í eitthvað svona afmæli hjá mér með svona óskilgreint hlutverk. Hann sést gagnvart öðrum. Hann verði bara þar á vappinu að segja þetta við fólk svona í 2 manna tali. Já. Ég er enda sko, já. Ég veit ekki, ég var á pallborðinu í gær sko. Ég veit ekki, ég ætla ekki að segja þessi eitthvað andlit einhvers konar bakslags en með liðupínu eins og fólk sé að tala við með þannig sko. Jú, þú ert auðvitað andlit bakslagsins. Hvernig nennurðu þessu? Ég sé eitthvað vókismi, eitthvað mynd af þér og einhvern kynjafræðingi og ég bara hvernig nennur ræða tímanu þínu við þetta? Ég veit ekki, það er bara því að einhverju leiti, þú veist, orðið mjög eðlilega afstæða til þess að svo vestanhafs og beggja megin reyndar því að þetta er eins og það sé ennþá eitthvað rosalega sérkennilegt hérna sko, en ég tel bara að þetta sé einhvern veginn bara eins og Sólveig Anna sagði, ég held að þetta sé mesta aðför gegn vestrænu lýðræðisfyrirkomulagi þetta woke og við einhvern veginn woke? Já, en við einhvern veginn leifum okkur að þú veist, vera að tala þetta og þú veist, þetta eru svona frekar svona lúni einstaklingar að tala svona frekar svona skrýtnar hugmyndir og einhvern veginn krefist þess eitthvað, þú talar ekki svona við mig en afleiðingin aftur á móti er að þetta byrjaði að hafa áhrif á akademískar stofnanir, hefur mikið áhrif á sko stofnanaminni stjórnsýslunnar
Það að segja að það rosalega mikið að verið að breyta fyrirkomulaginu með einhverju rosalegri hendistefnu sem byggð á því að einhverjum að passa upp á það að móðgunar gjarnasta manneskjan einhvern veginn sé róleg sko. Þetta rosalega vont fyrir bara vestrænt lýðræðis fyrirkomulag og líka gerir okkur ókleift að tala mjög alvarleg mál sem að við þurfum að vera að ræða. En það ekki samt vonin í söllu að þú finnur þar ennþá bara rými til þess að raunverulega ræða hlutina? Maður bara fyllist bjartsýn að sjá bara þetta bara má ennþá. Það má ennþá opna sér kjaftin. Mér er þess að Tóti, hann má ennþá tala. Það ekki bara vonin? Já, við sjáum til, kannski mun það breytast. Ég veit ekki að hverju bara leið og til ég byrjar að tala eða sama hvað hann talar þá fer ég að hlæja. Það ekki bara því ég svo lítil og því ég finnst lítið fólk svo byrjar? Nei, það bara það kona. Hann bara fer alltaf, ég verið með fleiri konur hérna þá Jakob, hann fer alltaf að hlæja. Það mér daginn, hann sagði, hlustar til á þáttiðin og þá fær konur. Þegar að byrja að tala, fer ég bara að hlæja. Sýtjul hlæjandi. Já, ég meina, það fólk í fjölskyldunni á mér sem að finnst ekki að konur vera þingi, sko. Þannig að ég bara mjög konur, það svo tilfinningasamar. Það ekki hafa þær í stjórnmálum. Það bara skrifstofum kannski, en ekki stjórnmálum. Bara karlar. Já, bara karlar, auðvitað. Það umburðarlindi. Já. Ég mjög til í bara kallaða kvár. Bara karlar og kvár. Bara ekki konur. Nei, minna við bara, þessar kynslóður ekkert útóður, sko. En mér finnst við ekki alveg verið búin að klára barnaefnisumræðinu. Því ég fór með dóttur mínu daginn, hélt bíóafmæli, sem mesta snilldarkoncept svo finnur. Að vera með lítið börn og fara með þau í bíó sem ammæli. Í Álfabakka? Ég ætla bara að mæli með Álfabakka, já. Þetta ekki... Í alvörunni í Álfabakka? Já. Ég held þú færir ekki í Breiðholti? Já, jú, ég fer í og mér sé mjöttina, sko. Hugsaðir. Fer í mjöttina. Ég meina, við vorum hann alveg 5 foreldrar saman, við veittum hvað öðru skjól, sko. En Sérsveitinu á með. Nei, það er ekki nægilega góð aðstæð í Egilshöll. Og þetta engin auglýsing, ég bara mikill aðdáandi þessar bíó ammæla. Þetta mjög svona friðsæl ammæli, allavega. Og við fórum á myndina Snow White og börni mín sem mjög vakandi þau það bara partur af því að vera ungur í dag. Dóttir mín, hún bara þráspurði mig út í þetta, bara búin að lesa þetta ævintýri heima, hún bara skildi ekki, mamma, af hverju ég skil ekki, það segir sko í bókinni að mjallhvít hvít eins og snjór, af hverju hún það ekki í myndinni, af hverju búið að breyta þessu? Og ég var eitthvað að reyna að ræða þetta við hana á leiðinni og svo þetta var búið að breyta plottinu þegar myndin byrjaði. Spoiler alert. Mjallhvít ekki hvít eins og fönn. Mjallhvít, hún fæddist á dökkamóður hana og fæðist og lifir hríðina af nóttinni sem hún fæðist. Og þess vegna gefa þau henni nafnið Mjallhvít. Út af hríðunum? Af því að snjórhríð. Það snjór nóttinni sem hún fæðist. Ekki út af hríðaverkjum? Nei, ekki út af hríðaverkjum og ekki út af hörundslitnum, heldur, hún fættist þér á snjór, ergo, þau gáfu henni nafnið Snow White. Ég skrifaði stuttan pistil sem að hét ekki vera rasist á hrekkjavökunni, þar sem ég raka með þetta og ættum að passa það að börn eru þið ekki rasistar með því að vera í búningum sem að tilherðu ekki þeirra kynþætti Indjónabúningum Já, passa bara að þú veist að þeldökkir fara ekki í Superman-búning og að Asíubúar séu ekki í ákveðnum búningum Það var án Captain America varð Já, ég bara held að þetta sé framfaraskref í átt af því að við förum að fagna fjölbreytileikanum og að fólk verði meira að samþykja aðra húðliti ef við pössum okkur að halda okkur alveg innan þeirra marka sem við erum að pæla líka við erum svolítið vakandi, við þurfum að vera svolítið vakandi fyrir misrétti með því að vera einbeitt okkur rosalega mikið af kynþætti. Já, einmitt þannig að mjallhvít verður hér eftir ekki hvít. Nei, þetta er ákveð menninganám, sko. Já, eða einmitt að vera að rífa plásturinn af, sko. Þú ert ekki að vinna lengur, þú varst eitthvað að vinna sem uppistandari áður en á meðan þú varst byrjaður það ekki hjá Obbu? Jú, sko, ég var með þessar sýningar eitthvað í janúar það var löngu farnar í sölu og ég bara hélt í þær og kláraði þær en síðan þetta eitthvað svona undanþágu byggs og sækjum fyrir hvern kuna og bla 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 þetta allt of flókið og ég held að þetta eigi ekkert að vera svona flókið ég veit ekkert hvort það bara undanþágu byggs að þú ert að vinna sem aðstómar?
aukastörf já, sem sagt og þá þyrfti ég, þetta var mjög auðvelt þetta svo hinn aðstæðamaður dómsmálaráðherra hann á einhverjum ástæðum, hann finnst gaman í körfubolta sem ég skil ekki og hann þjálfar körfu og þá þetta eitthvað, hann eitthvað aðeins að þjálfa einhverja gutta þá bara sækir hann einhverja undan þá þetta eru ekki eins og vel launað eða neitt, þú veist það hagsmunatengslu, eitthvað íþróttafélag ég held að þetta skiptir engu máli hann bara fær undan þá fyrir því sko ég þarf að sækja undan þá fyrir hvern einasta kuna þá þetta ekki að ganga pólitískra erinda þá fyrir þann já, þetta eitthvað svona ég ekki að smaka sér rétt, hver hefur sagt þér þetta? Það var hún Ólöf Bjarnadóttir tengdamóðirinn nei, þetta ekki bara einhver sem finnst þú ekki fyndin og vill bara stöðva þig af ég held raunverulega að þetta sé það sko Kristrún Frostadóttir eða eitthvað, bara þóli mig ekki hún bara alls ekki hleyp honum út já, ég meina, og líka hefur ágjörði og stuður einhvern, þú veist, að bætist við allt þetta hafa sko, og þetta þannig að ráðherrann segir sko hann á bara að veita mér heimild fyrir ykkur eða svona leyfa mér að gera eitthvað síðan á ég að fara til forsætisráðuneytisins sendin ykkur svona umsókn það bara óformlega og þá fær maður ykkur svona úrskurð tilbaka bara þú veist, bara eitthvað PDF dæmi bara Býtu, eru þetta nýja reglur? Ég sótt hennar blum svona undan þá þegar ég var aðstofamaður ráðherra og þá lendi ég reyndar í blaðaumfjöllum í framhaldinu ég var að klára að flytja nokkuð mál fyrir Hæstarétti sem voru að því að það kemur auðvitað bara inn á dagskrá því einhverju hafi verið sótt og þetta tók einhver ár og svo var ég búin að vinna sérst í ráðuneytinu 1,5 ár þegar loksins átt að flytja þessi mál og það var bara eitthvað samtal Já, og hvað var fjallað þessari grein? Bara það að ég væri að aðstofamaður ráðherra en væri bara á fullu að flytja mál í Hæstarétti Já. En þetta mjög sérstakt síðan var ég nú að ræða við eitthvað lögfræðing hann sagði sko þetta stenst örugglega ekki alveg sko. Og ert það því núna? Já, ég tek bara ekkert mark á henni það Þetta er lögfræðilega ráðgjöf sko ég væri til að taka þetta mál af mér Já, sko, ég hef aldrei nefnt að gera neitt vesen úr þessu en ég hef svona og þau ekkert með neitt vesen heldur sko því ef ég væri kannski búin að fara í eitthvað hart þá væri þau kannski eitthvað, heyrðu, ok, ég skil ég bara ekki alveg þórað í það sko En mér hvað sem er við vitum það að þetta allt hvað sem er bara einhverja svarta tekjur og þú bara gefur þetta ekkert upp þú bara heldur þetta áfram þínu striki Nei, það er nú kannski ekki alveg þannig Nú loksins koma á Jakob bara Nei, það er sko fólk heldur alltaf uppistandrar það er reyndar svona aðeins að þetta sé allt svart Já, bara þessi bransi sko Nei, en maður er sann svo mikið maður er langmest að skemmta stofnunum og fyrirtækjum Já Uppáhaldi með þetta tónlistamenn sem tala það að sé vanfjármagnað heilbrigðiskerfi Já, tónlistamenn sem að síðan í COVID pössuðu ekki inn í tekjumótilið þess að fá Já, ég reyndar Mætt á Porsche Ég verði reyndar að játa það einmitt ég var mjög hissa þegar allir voru kvartandi í COVID þannig að einhverju svona listamenn og eitthvað Ríkissjóður gaf okkur peninga það eina sem það hefði þurft að gera var að borga skatta Já Þannig að þú hefur borgað skatta síðast árið eða eitthvað Það hefur þeir ekki gert Greinilega ekki Þess vegna pössuðu þeir ekki inn í tekjumótilið Hlaðvarpið er í samstarfi við Ljárdalur.is Ljárdalur sérhæfir sig í innflutningi á smágröfum og öðrum vinnuvélum og leggur mikið upp úr því að veita fljóta og persónulega þjónustu við hvern og einn Hvort sem þú ætlar að gera upp sumarhúsið, gera upp garðinn eða hvað eina, þá ferðu á Ljárdalur.is og tryggir þér smágröfu til þess að klára verkið. Ég veit að það eru margir iðnaðarmenn sem hlusta á þetta hlaðvarp og þið farið inn á Ljárdalur.is og látið draum ykkar rætast þið hafið alltaf viljað að eignast litla smágröfu. Ljárdalur.is, kíkið á það, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Ég hef verið að skrifa þetta mjög æsta pistla sko. Ég er algjörlega á móti þessum uppflettingum þegar fólk er að velta þessu upp og kemur allt árlega svona tekjublað og fólk situr svona fletta og hneykslast og svona bera saman við þetta algjör svona smásála skapur en síðasta tekjublaði þá ég fekk að senda heim að því ég er áskrifandi viðskiptablaðinu ég fekk að senda heim til mig Já, fer þá að gluggi í þessu ég opnaði ekki eins og þetta er prinsipmál að vera að nýsast eitthvað í laun annara allavega og og svona hvað er þessi, hvað hefur þessi unni fyrir þessu
og nei, en ég fekk fyrirspurt frá vinkonu minni sem veit ég áskrifandi. Hún sagði, heyrðu, ertu til að fletta upp einu fyrir mig í blaðinu? Og ég auðvitað að gera það, kjósandi minn hefur sambandið mig og beðið mig þetta, ég gera það. Þá mitt fyrir ég að reka augun í, bara sem ég að fletta og finna þetta, þá fyrir ég að reka augun í uppgefin laun listamanna. Og ég skrifaði greina þessu tilefni, sko. Því að það er alltaf verið að býsnast yfir því, fólk sem er há laun, sko. Sjá af himinhá laun, forstjóra himinhá laun þessa, fólk sem ég segi bara Þú ræðist á fólk sem er láglaun. Já, ég segi bara Hvað er aðeins? Þetta er bara sama fólk og er að sína villurnar sínar og bílana í Smartlandi ítrekkað og íburðin og svo bara uppgefin laun 300.000. Allt þetta fólk þeir eru alltaf bara í villunum og bíl. Nei, ekki allt þetta fólk, en það fólk Þetta samt þýðir ekki endilega að þau séu að gefa þetta, að þau séu að taka þetta svart. Þó svo þau séu örugglega að taka eitthvað svart, að þá er þetta líka uppgjöfun laun í gegnum fyrirtæki sem að þú ert með rekstur og sjálfar. Þú ert að segja það, listamenn þykja ekki svartatekjur. Jú, þeir gera það margir, en ég er að segja að það að þau séu ekki með háartekjur í tekjublaðinu þýðir ekki endilega. Þeir gætu verið að taka útsvar á 22% í staðin fyrir það að vera að taka þetta út í launum. Sko, viðskiptablaðið tekur þetta saman, sko. Fjármagnstekjur? Já. Nei. Jú, ég held það. Nei, út af því að fyrirtækið er með fjármagnstekjunar. Já. Í umfjöllun viðskiptablaðsins þá er sko alltaf ég stend og fell með þessu. Já, mjög sjálfstæðislegt hjá þér að listamenn sem er að skrifta og ná að rétt svo að selja verkin sín séu meira áhyggjuefni heldur en allir útgerðar greifarnir. Það er mjög sjálfstæðislegt mín skilaboð eru þessi. Ekki vera fátækur. Við ættum að hafa meira ágjörð því í stað að hafa ágjörð þeim sem hafa há uppgefin laun og borga þar leiðandi ógæðslega mikið samfélagsins að það sé einhverju sem séu að reyna að komast hjá því. Ekki í lagi. Það er ekki bara listamenn sem er að reyna að komast hjá því. Nei, uppistandarar. Já, og bara alls konar fólk. Og skammastu þín. Reyndar á Skammastu þín. Laugardaginn að þá það er sem sagt austur-evrópsk kona að þrífa hjá Diljá og hún var þarna á laugardaginn þegar við vorum að fagna fjölbreytileikanum og þar var hún hana öskrandi út af því að sko konan er náttúrulega í 3 vinnum og hún er einstæð móðir og er í 3 vinnum og Diljá trompaðist út af því að hún hafi út af því við vorum öll að skila framtali að hún hafi gleymt að taka inn sem sagt tippið sem að Diljá mist slisaðist til að gefa henni jólabónusinn hafði gleymt að taka hann fram á framtali og hún sagði bara ég held bara ég geti keypt bara fleiri jólagjöfur fyrir börnin mín og Diljá trompaðist yfir því að þessi kona frá Austur-Evrópu 3 vinnum, einstæð móðir, 4 barna var að taka inn svona þannig að ég, sko hún náttúrulega eins og ég segi þú hatar augljóslega fátæka. Já, ég ætla bara að segja það Tóti að nú myndi maður minn koma brjálagur og leiðrétta þessa leðarsögu því að þetta er svona eitt helsta bitbennið okkar hjónabandi er auðvitað þrif því að mér finnst hann ekki á góðu til að vera þrífa sko, ég vil frekar hann fór til svefni og samverðstundum með börnunum og þrífi einhvern tímann heima en þetta er, við þrífum sjálf heima. En ég er ekki, þú veist, eins og maður þinn, þú þingkona gerir hann ekki meira að minna allt þannig að Emily Óbúslega duglegur líka með börnin. Jó, hann passar mjög mikið. Til dæmis, hann er duglegur að passa. Þetta er svo fyndið. Gaman að skul segja þetta, Jakob. Þú ert svo meðvitaður auðvitað, ungu maður og með lítið börn. Þú ert svona meðvitaður 3., 4., 5. vaktina, það er nýtt hlutdag, sko. Að það er mikið verið að hrósa manninu mínum fyrir það. Já. Fyrir hann svona aðkomu af heimilislífinu, fyrir það, konan, hún vinnur mikið, hún er líka oft í útlandum. Bara, vá, hann fær mikið svona boð í mat, það er svona verið lett undir með honum. Já. Af því að konan hans vinnur svo mikið þannig að þið getur rétt ímyndað ykkur hvað maður er lánsamur. Kallarðu vinnu að vera á einhverju fyllirísferði með Sigmundur Davíð? Þetta er engin vinna. Tóti, þetta er hagsmunagæsla og það er sko engin frí frá hagsmunagæsla. Hún er eitthvað eitthvað svona einhverju hagsmunagæsla. Þetta er eigin hagsmunagæsla út af því að þú vilt vera á fyllirí. Þú ættir að styðja það. Tóti, við vitum það að svona Sigmundur eitthvað standa vörð eitthvað. Í sko soft diplomasi það er auðvitað helsta vörðin gegn þessari einangrunhyggju sem er að tröllríða heiminum í dag. Og við sem lítið ríki höfum bara ekkert annað. Við höfum bara og við verðum bara að vera á fyllir í með öðrum stjórnmálumannum í útlandum. En ég hef komið staðið sko út af því að núna
Þið ráðið, byrja ég vera skjóðinni, þið ráðið samt ekki neinu, hvað eru þið að gera hana? Okkur ekki obba eða einhver sem einhver tekur mark á? Hún er auðvitað líka. Þau þurfa að komast til útvalda að fá sér bjór og eitthvað svona. Og Sólríkt í Brussel. Sko, við erum auðvitað að hitta þingmenn. Mér er svo gaman á þinginu, maður kemst að því, sko. Ég veit ekki hvort sé gott eða slæmt. En, þú veist, 95% þingmanna eru eiginlega sammála allt. Já, það er bara almennt Íslendinga samt líka, sko. Eru bara allir sammála. Þú veist, eins og ESB skilur Diljá innst inni, hún er bara ESB-sinni, sko. Þú veist, en ég er alveg sama hvort við förum í ESB eða ekki. Þetta segir Jakob í hvert einaskipt sem við hittum og heldur að það muni bara eitthvað svona bara stick to me, Nei, sko. ég bara veit það, skilur. Sigmði Davíð, hún er alveg saman með ESB, sko. Hann er ekki saman með innflöð takk, ég get sagt þér það. Nei, Hún er miklu ágjör innflötu kjöti. Þið hefur lesið Draghi-skýrsluna. Ég er ekki að djóka. Segir tótt. Ok. Hvað var að gera þetta? Þú nefndi Draghi-skýrsluna og Jakob reif mikrofónu í burtu. Lesið. Hann veit ekki hvort að tala. Jú, ég veit alveg hvaða skýrsla þetta er. Er það hnignun Evrópu? Er það sem þú hefur lesið? Nei, ég hef ekki lesið þessa skýrslu, sko. Ég ætla að taka mynda þér. Ertu ekki uppistandur? Áttu ekki að kunna svona hluti? Áttu ekki að kunna að vera með mikrofón? Jú, já, nú að kunna það, en þetta er nú, þetta er hérna, fest við eitthvað gamalt borð, hérna. Nei, ég er ekkert að segja þetta eitthvað því ég elska ESB svo mikið, ég bara segja, skilur, þú veist, ESB er minnst það svona klassískt dæmi sem þarf ekki að ræða, sko. En er það ekki, já. Allra að rífa mækinn eftir niður. Svona verðum við heila þvein, sko. Þetta verður ekki rætt. Þetta verður eitthvað svona, nei, ræðum bara veiðigjöldin. Og við þurfum ekki að ræða Evrópusambandið. Ég var til að ræða bara eitthvað mannanöfn eða eitthvað. Já, en eitt risastórt mál sem var á þinginu í vikunni, sem greinilega fór fram hjá þér, að þú segir við séum sammála um allt, eitt risastórt mál sem er eitthvað svona búið að lauma inn í einhver breytt lögum framhaldsskóla að skólastjórnendur hafi bara eitthvað algjört innræði yfir félagslífi nemenda og geti stigið þar inni og þeir geti tekið ákvarðanir allt sem snýr að starfi nemendafélag. Já. Jakob, tókstu þátt í félagslífi í menntaskóla? Já. Hefurðu viljað hafa einhvern fúlan aðstoðskólastjóra andandi onni hálsmálaður þú varst að plana fyllirís útileguna miðstjórnarferðina? Nei, kannski ekki, sko. Nei, en hvaða della er þetta samt alltaf eitthvað að börn séu svona klár? Börnin, þau vita bara svo margt. Þau vita ekki neitt. Það er ástæða fyrir því að börn eru börn og fullorðnir. Þetta er svona eins og þeir hafa sagt, við treystum bara fólki til að fara með sín fjármál. Við treystum bara þegar fólk á pening. Ég er enda að treysti því, en ekki börnum. Ég treysti því ekkert, en mér er alveg sama, ég er ekkert eitthvað, gefðu mér peningana, ég ætla að sjá um þetta. Jú, það er nákvæmlega sem við erum alltaf að gera. Við erum alltaf að taka fólki peninga og hafa fyrir þeim vit, sko. Já, þú veist, ég er ekkert eitthvað svona, þetta var ekkert eitthvað, þú veist, ég skil aldrei þessu orðræðu, þú veist, eitthvað við tristum, þú veist, ég tristi þér alveg, en ég veit ert gera eitthvað heimskulegt eða þá, skilur þú veist, annar hver maður gerir eitthvað mjög heimskulegt við allan peningin sinn, þú veist, það er bara óumdeilt. Það har við talið við, sko. Já, það bara má, allt er góðu, þú veist. En er það ekki heila málið? Að fólk hafi þá frelsi til þess að gera eitthvað heimskulegt við peningana sína? Jú, valfrelsi. En bara ekki börn. Sko... Ekki börn og ekki eitthvað skólastjórinn að fara að taka okkur völdin. Þú ert hrifin að því? Já. Ég er ekki þarna mistir þú, held ég, spónum þínum aski, sko. Svona ungir kallmenn sem er alltaf að hlusta á svona eldheitir einhverju nemyndafélagsstarfi í menntaskólum. En mist þetta svona mitt eins og með sko lögregluskólan til dæmis. Ég væri til að fá hann aftur. Bara lögregluskóli, ekki eitthvað svona á háskólastíi eitthvað og þetta er bara heimavist, bara í 10 mánuði. Og það er bara alvöru ægi bara. En þú ert næst okkur í því að geta komið því á lækirnar. En betur, ég heyri annan tóni í þessu, ertu ekki í raunin að tala, þú ert að tala fyrir að við stofnum hér, svona heimavist í 10 mánuði, þar sem að fólk er eitthvað svona lögregluskóla en að gesleppa, þú ert að tala hér. Það var allavega lögregluskóli einu sinni, alveg eins og það var leikaraskóli, skilur. Var það gott? Ég held að það ekkert verið verra, en þú veist, núna er það bara eitthvað hluta af LHÍ. Er hann ekki að falla? Þú vilt minni sameiningu?
meiri sjálfstæðastofnar ekki gleyma húsmæðraskólanum. Nei, þú veist, ég segi alveg fyrir mér þetta getur bara hluti af HÍ eða HA eða hvernig sem það er en þetta er bara sérbygging einhver staðar, hún má þess að vera út á landi eða bara, mér er alveg sama til dæmis, bara heima hjá Gull og Þór Gulli með eitthvað síðan var ekki pappans lögga. Jú, pappans var með lögga og sko, nei, og það var lögregluskólinn, þú veist, ég fíla allt sem er eitthvað svona agað, þú lærir aga leikarar ættu líka að vera svona eitthvað svona, kennarinn kemur inn allir standu, skilur er þetta ekki góð pæling eða? Ég er hrifin að aga, sko, en ég er sett spurningmerki við að þú sért hrifin að aga þú sko kom sent í þetta viðtal að því þú varst þunnur en laugst í að þú varir með veikt barn. Nei, ég gerði það ekki. Ég sem spurningmerki sem er endar mjög algenga efsakun sko, veikt barn en ég set spurningmerki við að þú sett hrifin að aga sko. Af hverju? Ég er líka hrifin að aga. Stræka mig ekki sem þannig maður sko. Ég er bara hrifin að, ég meina kannski er það bara ástæðan fyrir því, ég ætti að vera agaður betur sjálfur. Agaður til. Það var ekki nægi. Nei, ef við að taka upp raskellingar aftur. Þetta er orðið Nei, ég er til í þetta einhver undirtótt. Ég til dæmis get ekki verið að raskella börnum mín. Ég er ekki alveg í því. Nei, það er líka ólöglegt og ég ætla að segja ykkur það talandi um raskellingar. Ég held að gera ekkert mjög gott en ég er alveg til í að hafa eitthvað svona reglur eitthvað, nei, það er bara þú færð ekki svona nema þú gerir þetta eitthvað. Hvatakerfi, respectful parenting, þú ert að tala fyrir því. Ég veit ekki hvort það sem er respectful parenting. Nei, ég ætla að segja bara ég er algjörlega á móti því að við förum að beita börn eftir líkanlegum refsingum, það er alltaf bara svoleiðis kólaólöglegt, en það mætti öskra mér á þau. Ég held að mætti sannlega gera það sko, það þarf aðeins að hækka róminn sko. Ég held að það sé afvandamál. En sko talandi um raskellabörn, þetta er sko átök sem ég lendi mjög gjarnan í útlöndum og maðurinn minn er líka að trillast á. Það var það raskella þig? Nei, að ég lendi í átökum við fólk sem er að berja börnin sín. Þetta er bara, við ekki venja bara, Bretlandi, Spáni, Portugal. Ég var með þetta í einhverju uppistandi hjá mér fyrir lengur síðan að það var einmitt sko svo skrítið bara, þú ferð bara eitthvað til Portugal eða eitthvað. Já. Þar er bara fólk bara berjandi börnin sín á veitingahúsum. Já. Það er alveg bara hættu þessu og ég get ekki hort upp á þetta og þetta er ólögt í þessum löndum líka, þau bara framfylgja ekki það er bara staðan sko, þetta er alltaf aðlega að einhverju svona plöggum eins og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og hvað þetta allt heitir og svo er þau bara lúskrandi á börnum með bleiur sko og ég er mjög gjarnan að skipta mér að þessu og maður minn hefur sko, svo hefur hann fengið í fangið, það hefur einhver rauðu pappi sem eld okkur og riðast á bílinn okkar ég hefur öskar á konun hans fyrir að slá barn og þetta er uppákomur í fjölskyldunni. Það er svo magnað þessi svona átakasækni í þér sko að nenna þessu. Já. Þú talar þetta áðan að nenna sko, ég skil ekki hvernig þú nennir þessu ekki. Sér ekki hvað hann er senaður. Ég er alltaf að leita mér að næstu átökum sko, alltaf. Er þetta ekki ákveðin átök að vera uppistandari? Jú, bara aðeins við sjálfan sig sko. Þú veist, ég er rosa fínt að fá smá pásu frá því sko að ég byrjaði náttúrulega, þú veist, 20 eða eitthvað, þú veist, ég hef meira og minna bara gert það svona mestmegnis sko. Rosa fínt bara aðeins hverfa frá því síðan mun ég aftur fara í það og það verður örugglega bara það sem ég geri sko. En þú ert hættur að vera fyndin? Já, það er nefnilega það sem ég stressast sko, að þetta verði svona bara sorglegt og þá þarf ég bara að fara að gera eitthvað annað, þá var ég til dæmis til að bara vera lögga sko. Þess vegna það tala svo mikið um lögregluskólann í Grái. Já, ég held bókstaflega, ég held í alvörinu að þessu ógeðslega gaman að vera lögga, bara eftir að maður fylgist með þessu gegnum dómsmálaráðuneytið. Þetta er alveg mjög áhugavert starf sko. Ég sammála. Og skemmtilega krefjandi sko. Þar heldur ekkert að passa þig hvernig þú talar, getur sagt það sem þú vilt. Sem lögga? Sem lögga, það er búið að koma fram núna. Dóm, Nei, ég held að þessu svo gaman, bara einn daginn ertu bara í einhverjum grunnskóla með einhvern bansa að tala umferðarreglunar. Já, samfélagslögga. Já, síðan bara ferði eitthvað eins og einhvern rúnt sem einhvern svona almennur lögreglukall og það er bara eitthvað svona í talstöð. Bara vera með talstöðina, þú veist, hversu gaman. Já. Man skilur aldrei neitt, heyrir aldrei neitt. Þetta var hérna í Bandaríkjunum, ég var í New York. Talstöðunar eru miklu betri þar, það heyrist
ógeðst hátt í þeim, þú veist, þú heyrir ekkert skýrar, það bara Íslensku Allan talstöðunum. bandarísku, Já, það er geðveikt já, en ömulegar hér. Já, það er ekki nógu hátt í þeim, þú veist, þar eru bara eitthvað að labba og þú bara heyrir bara í einhverju talstöð og þetta er svona sýnileika dæmi, sko. Þú er svona, býtu, hún er hérna, löggan. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort að það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamín og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Þetta er bara, hér er efni að fæðast bara í munnlega fyrirspyndi þinginu. Já. Hvort þetta hækka í talstöðunum hjá lögreglunni? Já, ég meina það er ekki að gera eitthvað í þessum talstöðumálum í íslensku lögreglunum. Ég hef verið talsmaður þess, sko, bara talstöða. Já, fýra upp í þeim, sko, og eins í sírunum heyrist allt of lítið í þeim. Þetta er enda góða punktur. Þetta er svo að þú ertu Manhattan, það bara, þú veist, kemur einhver bíll, þú veist, það fer ekki fram hjá neinum. Að það sé bara, þú veist, það er svona eiginlega óþægilegt. Ég ætla að giska á að það sé einhver samevrópsk reglugerð sem er bara með eitthvað svona desibel á sírunum. En er þetta samt ekki birtingamynd þess hvernig þið voruð í ríkisstjórn að þú ert þannig eins og einhver chihuahua hundur að láta eyðileggja bílaleigubílinn ykkar í Portúgal í stað þess að vera að gera eitthvað hérna raunverulegt á Íslandi, þegar að Obba kemur inn, nýjir lögreglumenn, meira öryggi, þeir sem eru að brjóta af sér fara bara á landi, þannig að þú ert eitthvað í Portúgal, eitthvað að góla á eitthvað fólk sem er eitthvað rétt að þú veist, benda börnunum sínum, sko. Já, ég meina þú eitthvað hérna í Portúgal eitthvað láta manniðinn draga úr einhverjum átökum þegar þú átti að vera í vinnunni, sko. Akkur er þetta ekki heima? Og heldur svo áfram með stjórnarandstöðu í fyllir í með Sigmundur Davíð í útlöndum og við erum að breyta Sigmundur sem að varla smakka það. Mér finnst bara að veiða þess að honum hér. Það er engin svör. Það sem ég ætla að segja, ég ætla að fá að hrósa nýjum dómsmálaráðherra. Ekki bara fyrir það konu skeleg og bara með fullt af góðum málum og sem að við höfum bara sagt að við styðjum, en náttúrulega það besta sem að Viðreisn hefur auðvitað gert er að taka auðvitað einn erfiðasta stjórnarandstæðingin gagnvart öllum svona breytingum á lögreglulögum og útlendingalögum og öllu þessu, hvað það heitir, sem að varða bara svona frumskyldu stjórnvalda að tryggja öryggi borgarna. Sigmar Guðmundsson gera hann að þingflokksformanni. Það er bara búið að setja hann mann í ábyrgðarstöðu og nú er hann bara í þeirri stöðu í stað þess að vera gjammandi í þinginu að skemma góð mál, þá er hann bara svarið fyrir þau. Nú er hann bara mætti bara, já, við þurfum bara, þetta er bara ekki gott í Breiðholti, við þurfum bara fleiri lögreglumenn, vítakari heimildir. Já, ég meina hann bara sinnir sínu hlutverki vel. Sigmar Guðmundsson er þetta algjör topp maður. Hann er genuinely nice. Já, hann er það. Er hann genuinely nice? Flestar manneskjur eru genuinely nice. Hann er alveg meira nice heldur en margir aðrir, sko. Hann og Sigurjón líka, Þórðar. Já. Hann er mjög næs, sko. Tvær genuinely nice manneskjur. Hann er mjög næs, sko. Ég borðast ekki með hann og svona. Sigurjón er aðeins kannski meiri ruddi heldur en Sigmar, ég ætla að segja það, sko. Já, hann svona fyrir aðeins meira fyrir honum svona. Já, en flestir sem að maður vinnur með hann á þinginu eru bara næs manneskjur. Já, það er mitt, sko. Mér finnst þetta ógeðslega fyndið þegar maður fær eitthvað þingmenn og svo stundum í endan á einhverju þáttum, þá alltaf kemur eitthvað svona hjálega, já, ég er ekki ógeðslega margir sem misskilja það að við erum ógeðslega næskilu, jú, þetta er svolítið leikrið þannig inni, en svo þegar við förum saman að borða, fáum okkur saman drikk og ég verður, Jesus Christ, hversu ofta ég heyra þetta? Ég er ekkert að biðja ykkur að vera eitthvað. Já, eins og að sé eitthvað geggjað og allir svo geða miklu vinir. Hvað ég að gera við þessar upplýsingar? Ég held samt, sko. Ekki að segja þig, takk fyrir að vera með umulegar skoðanir og skemma all góða máli mín. Ef þú okkur að borða vinur. Já, það er alltaf eitt og eitt þannig samt, sko. Ef þú farið við til að tala um hvað við séum góði vinir. Takk fyrir að skemma allt inn á þinginu. Allt svo snertir. Já, ég sendi Sigmari bara svona prívat skilaboð hvað hann er að skemma góð mál, sko. Það er bara, ég er ekkert að taka það upp í kaffistofunni, sko. Ég er bara bombardera á hann á Messenger. Já.
En þetta er bara, ég ætla bara að segja, þetta er bara mjög sniðugt og Viðreisn og þetta er auðvitað það sem að þeim yfirsást sko í Sjálfstæðisflokknum á sínum tíma til þess að múlbinda mig sko, auðvitað hefði þetta að setja mig í eitthvað svona embætti sko. Já, ég skil ekki okkur, þú varst ekki ráðherra sko. Á hverju varst ekki ráðherra? Já, það er bara, sko, við höfum auðvitað verið að lyfta ungum konum í Sjálfstæðisflokknum, svona bara, við höfum startað okkur því sko, en ég misteldi bara lestin einhvern veginn, mista vagnunum. Þú náttúrulega fórst svolítið, þú fórst aðeins öðruvísi leið að þessu, en ætla þú svolítið stjórnmáli, ætla þú líka að vera svona aðstoðamaður sem að væli sinn og þing að loka þegar hann er búin að vera? Nei. Ég verð alltaf á bakvið tjöldin bara, mér finnst það voðalega fínt. Já, þetta sagði ég líka sko, ég sagði þetta, bara svo gott að vera í stjórnmálum og þurfa samt ekki einhvern veginn að taka hitan að þeim sko, getur bara verið einhvern veginn baka til sko. Æ, já, ég veit það ekki, mér finnst bara voðalega fínt að fólk eins og þú gerir þetta sem nennir þessu. Já, ég held að Diljá væri góður á þeirra Þetta er mikið traust, ég er bara að þakka það. Við Diljá getum alveg verið saman að vinna eitthvað. Myndirðu vilja sjá hana sem dómsmálaráðherra á þeirra? Nei, ekki núna. Við erum með skásta kostinn þar sko. Diljá væri næstinn sko. Við erum með mjög góðan ráðherra. Já, við erum með prísgóðan ráðherra. Kannski ef að Þorbjörgur eitthvað svona forsætisráðherra eða eitthvað, þá getur þú verið dómsmála. Hér er að fæðast bara ríkisstjórn í beinni. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Ég ætla alveg að segja það eins og er sko að núna eins og segja og við erum búin að koma inn á sko að Obba er algjör negla sko og ég held að hún heldur ekki með Sigmar gjammandi ofan í sig í þinginu eins og okkar áður þurft að vera. Halló, ertu að segja með það best klæddi píratinn Halló, ertu að segja með það að þið hafði ekki komið málum í gegn því að Sigmar Guðmundsson var gjammandi? Það er þannig breytt landslag og umræða til dæmis í útlendingamálunum Tóti, eins og þú þekkir mæta vel að það er náttúrulega ólíku saman í jafna sko. Að vera að koma eitthvað í dag og tala lokuð búsetuúrræði, það var sko bara verið að sitja fyrir sjálfstæðismönnum heima hjá þeim sko, plastara heimilin þeirra, rækjaðu út á götu sko. Ég hef verið eld á fótboltamóti sko fyrir umræðum útlendingamál. Já, það er svo sem það er bara gjörbreytt landslag. Ég er ekkert að draga úr því að þetta séu góð mál og ef fólk stendur vel, þá má alveg fá að heyra það. En það er gjörbreytt landslag. Landslag, rýmar við bakslag. Nei. Ég er bara ekki að bylla. Sko, já, það er auðvitað þannig en það er alltaf Sigmar að kenna því að við ekki náðum neinum árangri. Nei, ég er bara rósa ykkur fyrir þessa taktísku innáskiptingu. Já, ég er bara sama segið mitt og taktíst okkur frá Jón Gunnarsson að Já, það var taktík líka. Já. En já, svo mun Sigmar bara fara á skrappa klósetti þegar við kjósum loka búsetuúrræði þegar það er frumvarpsins kemur frá. Það, en menn sjálfsögðu kjósa með því. Já. Mér finnst þetta reyndar sko, þetta er samt góða punktur sem að Diljá var að benda á hérna, er sko að stemmingin fyrir lokuðum búsetuúrræðum þegar að þau hefðu löngu átt að vera komin kannski í bígerð með að við það hvernig þessi ríkisstjórn er að tala og hvernig hún talaði þetta en þá. En ég held samt skilur að þú ert með eitthvað svona mál. Ríðu bara mækinn standi. Standu eða þú ert með eitthvað svona mál þá verður í fyrsta lagi að hafa ríkisstjórn sem er öll til í það og þá getur einhvern veginn ríkisstjórnin talaði málið eins og hana fyrir einhverjum árum að kynna þetta eitthvað fyrir fólki ég hef alltaf upplegað bara fólk er búið að lífa líka bara í einhverjum svona þetta er bara eitthvað miskilningur hvað þetta er sko. Sem er halda bara, það kemur einhver til landsins eitthvað hælisleitandi eða eitthvað og þá bara byrðu í einhverju úrræði bara árum saman. Nei, þetta er engin miskilningur þá að fara sérstök ferð í þinginu með þingmönnum úr öllum flokkum og svona Já, ég er að tala um þjóðina, ekki þingið. Sko, það er ekki nóg að segja allt bara í þingsal og þá er ekki venjulegt fólk bara, þetta var umræða klukkan 15:36 á fimmtudegi Það er þetta furðumargir sem hlusta en það er þetta með ákveðin þverskurða samfélaginu og fulltrúa og við vonum 8 flokk á síðasta kjörtímabili og þeir fóru allir
til Danmerkur og einhver fleiri landa að kynna sér meðal hans loku búsetúræði og hvað kom þeir heim og sögðu? Danir, þeir eru rasistar. Það var bara niðurstaðan. Að vísu rétt þessi lokuðu búsetúræði ógeðsleg. Það er bara slík umræða sem að var á villigötum sko. Og bara vísvitandi að ég ætla ekki að fara að verja það sko. Þetta var bara þetta eftir að kynna þetta fyrir þjóðinni. Já. Það er það sem ég segi. Sigmar er komin að vagna með það að hjálpa til við að kynna fyrir þjóðinni hvað loka búsetúræði er. Nei, en þú veist, síðan er þetta í mitt bara eins og þú segir, sko, þetta er einhver gömul Schengen tilskipun og þetta er bara hluta af því sem er í gangi í Evrópu, sko, þetta er bara Evrópusambandsdæmi og hérna. Já, þetta höfum við verið að segja árum saman og fengið fyrir það ofsóknir, sko, meðan hans frá Sigmari. Ég meina, ég svo sem get ekki svarað fyrir Sigmar, ekki ef ég verið að gagnrýna ykkur. Nei, þú verið mikill stuðningsmaður okkur, sérstaklega minn. Já, alls ekki ykkar allra, sko, í kennum tíðina. Nei, það er auðvitað það sem ættum að vera að gera hérna, ekki eitthvað svona tala hver er skemmtilega, heldur bara svona 5 leiðilustu þingmenn. Já, ég ætla að spyrja, hver er erfiðast að þingi í dag? Já, Sigurður Þórðarsson hefur verið að gera okkur lífið leitt, sko. Hann er skemmtilegur, sko. Já, en við höfum gaman af því svo sem. Þetta er ekkert sem við erum að kvarta undan, sko. Er ekki Flokkur fólksins bara búin að ná svolítið vopnum sínum? Það var svolítið að rasa í byrjun. Nú er það bara komin að harða hlaup. Gera góða hluti. Guðmundur Ingi greinlega kongur, sko. Já. Eru komin á harðarhlaup, ok, þegar mér bara, er ekki bara búið að beða þau að þegja, er það ekki, maður hefur fallað séð Ingu, hún hefur hvergi sungið undanfarnar daga og vikur, sko. Nei, en mér varst þetta fyrir ekki fyndið þegar Hermann Nökkvi spurði Ingu Sæland hvort að Guðmundur Ingi væri með einhverja sérþekkingu á þessum málum og þá sagði Inga, hann er með sérþekkingu á öllum málum og þá sagði ég nema ensku. Hann er ekki með maður getur ekki verið bestur í öllu, það sem ég segi alltaf. Ég fílaði þessa ræðu, sko. Já. Náttúrulega þú ert að safna í sarpinu þetta fyrir uppistandi. Já. Nei, mér hverju leiðinlegir? Ég hef svo sem ekki það er leiðileg, sko, ok. Það er kannski bara leiðilegt að vera eitthvað að segja einhvern nöfn, sko. Já, ég ætla ekki að vera til upp nöfn, sko, en ég ætla að segja það að það er kannski aðeins stífari hópur sem er komin inn á þing núna heldur en var, sko. Þetta er mikið svona einhverju fyrir embættismenn og eitthvað fólk og stjórnsýslun og svona. Það er svona þarf aðeins að svona loosen up, sko. Er ekki bara komin einhver smá professionalismi að þau þurfi ekki alltaf að vera í prósentu og vera aðeins að taka... Jú, það er alltaf einhverjum sem að tengja leiðindi við professionalisma, það er alltaf einhver sem gerir það. Já, ég er bara að gena þeim. Nei, en ég menna að þú veist... Ég er bæði fagleg og skemmtileg. Ég, sko, mest alma skemmtileg. Ég var að vinna einu sinni ég var í starfsnámi í landlæknisembættinu þegar Alma Möller var þar. Hún er frábær, sko. Ég er peppa hana. Ég er samt alveg hróplega ósamálinu ákveðin svona nýsköpunaratriði og það hvernig ýmis verkefni hafa ekki náð fótfestu hér á landi fyrir aðkomu hennar. Þú ert að tala bara andstöðu hennar við einkaframtakið sem er bara alkunn, Er hún eitthvað svo mikið á móti því? Man heyrir þegar Tóti er á einhverju sponsi, sko, þegar hann byrjar svona ég kann mikið að meta störf hennar, hún er, þó ég sé mjög ósámála hann er á launum hjá samfélkingar. Ég meina það er augljóst. Þessi þáttur eru bóðið samfélkingarinnar. Þú voru að taka svona fram í alvörunni. Reyndar er ég náttúrulega sko einn harðasti aðdáðandi Kristrúnar. Já. Og ég sko var aðdáðandi. Fleiri samfélkingarmenn sem þú dýrkar. Nei, menna, Kristrún Frostadóttir var bara svo augljóslega afl í stjórnmálum sem væri að fara að breyta miklu. Hún er algjör sleggja. Já, einmitt. Og þú veist. Ég kunni mjög vel að meta hennar störf í Sjálfstæðisflokknum í Garðabænum í den tíð. Já, ég nennir útskýra þetta, það skilur þetta enginn. En hún náttúrulega tók hann að sæti eitthvað í einhverjum nefndum fyrir bæjarstjórn í Garðabæ. Já, þetta var bara smá grín vísun til þeirra umræðu, sko. En hún er náttúrulega ekki, hún er ekki, sko, mesti kommunistin í samfélkingunni, sko. Skulum gefa henni það. Er einhverju kommunistar eftir í samfélkingunni? Nei. Þeir eru örugglega þarna. Þeir bara hafa hægt sér núna. Eru þið ekki bara allir í borginni? Eru þið ekki meira bara fólki sem er það ekki samfélkingin? Jú, en ég menna, þú veist, Heiða Björg Hilmisdóttir sem er #minn borgarstjóri, hún held ég verður ekki, en ég ætla reyndar að berjast fyrir því að hún verði á lista samfélkingarinnar. Svo að þau fá meiri raskellingu? Nei, já, mögulega. Ég reyndar, sko, það er reyndar mjög einkennilegt atriði, sko, hún að koma sér í þá stöðu að vera hún borgarstjóri. Ég held að enginn hafi sett og hakað X í samfélkinguna síðast og hugsaði, dag kýs ég Heiðu Björg Hilmisdóttir. Hún er borgarstjóri. Það er
pólitísk kunst sem bara finnst ekki mjög víða á Íslandi. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Svona gerir samt ofta eitthvað svona, þú veist, fólk eitthvað dettur inn og út og allt í einu einhver random orðin ráðherra og eitthvað svona. Já, út af einhverju random atvikum. Hvenær var það einhver random ráðherra? Já, hvenær var það einhver random ráðherra, Jakob? Hvað? Þú sagðir stundum verður bara fólk ráðherrar? Já, þú veist, bara eins og... Já, bara eins og Guðmundur Ingi 9 ára ráðherra og fólk sá það ekki fyrir, sko. Þú veist, ég neinn svona, þú veist, Daði Már, það sá það enginn fyrir. Allt í nú var hann að Lilja Dögg Alferðsdóttir orðin einhver utanríkisráðherra bara þegar Sigmundur sótti hana einhvert. Sá það enginn fyrir, sko. Það eru svona baku tjöldin hlutir held ég sem að maður líka sko púsla saman oft löngu seinna, sko. Hvernig þessi hluti gera, sko. Já, og maður ekkert, þú veist, ég ekkert að gagnrýna það, sko. Það bara... Nei, bara, já, áhugavert, sko. Þú veist, ég bara skrifum þetta núna, mikið. Já. En út af því að, sko, nú sitjum við hérna 3 óhlutdræg. Daði Már, hvernig stendur hann sig? Það svo fyndið, það svo ótrúlega margir ótrúlega ég er með teik á Daða Már, sko. Nú, ég trúi því ekki. Já, ég veit það, ég sem er skoðanulaus og átakafælin. Ég er með teik á Daða Már, sko. Hann kom nokkur sem minn sem varaþingmaður á síðasta kjörtímabili og mér varst hann bara svona, hann er næs gæi. Hann er bara fínt hérna að spjalla við hann og hann er bara... Hann er reyndar raunverulega bara svona næs, sko. Já, og líka bara svona legit, hann er fræðimaður, hann veit hvað hann er að segja og maður lesa það sem hann skrifar og svona. Og svo kenni, hann er auðvitað, þetta er búin að drekka 2 kollab. Þetta eru 8 kaffibóllar eða þetta. Ég elska þegar maður færi alveg bara svona, Þú þarf að vera í afvötnun, sko. Já. Það var kollab afvötnun, og ég er mikil stundsmaður. Ég er búið með 1, sko, ég skamta mér þessu, sko. Já, þú ert líka bara brjálaðingur. Það er ekkert hræðilegt þó ég sé eitthvað búin að drekka ekki mikið koffín, sko. En þú, eftir 2 kollaba, þá væri ég hérna, ég sæti svona upp á stólnum mínum, væri svona að rugga mér. Herri, Daði Már. Já, á síðustu kjörtímabili kom hann inn og mér stann bara, ég hlusta það sem hann segir og hérna, og skrifar og jar, nema hvað. Svo mætir hann eitthvað sprengisansvital í haust sem ég var að hlusta á og ég hugsaði, Daði Már, heyrðu, slík innkoma, hann er bara næstum því fyndin líka. Það bara geti bara verið, hérna, bara er hann að sína sér einhverju óvæntar hliðar, mér stann bara svona léttur og skemmtlur, nema. Svo finnst mér að hann bara svona bordilegan óþolandi í þinginu, sko, svona drýpur af honum yfirlætið, hann er svona komið í pontu og vera svona, já, þú ert að miskilja, þú ættir að vera að spyrja þessu og svona, þú veist, ég held að segja hans að hlaupa á sig, sko, ég held að hann segja ofpeppast í þessu hlutverki. Það er ekki mín tilfinning að hann segja ofpeppast. Jú, þetta er ofpepp, það er mín tilfinning. Nei, hann er fór úr því að vera bara ótrúlega geðþekkur, hæglátur maður, nei, svona eitthvað næs fræðimaður, í það að vera bara næstum því fyndin í Sprengisandi, í það að vera núna eitthvað svona að tala fyrir fólki, svona umvönduna tóni sem að svona Kristúnar Frosta svona með svona svip, svona þú ættir að vera að spyrja þessu. Það er staðreynd. Hvernig er svipurinn? Hvað er sjá svipurinn? Ég hérna þetta er hennar upplifun. Mér Daði alls ekki eitthvað á þinginu, sko, hann er svona eins og einhver þjóðveri bara. Já. Og síðan er þetta alltaf bara, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur fyrir spurninguna. Af því að þú nefnir tekjuöflun ríkissjóðs, þá maður er bara strax dottin út, bara wow, þetta er alveg legendary gott og leiðilegt, skilur við. En hann er með stann bara svona, ég er ekki sammálaðið þessi eitthvað yfirleiti í honum. Mér finnst það, mér hefur þótt á undanfarið, þetta er bara mín upplifun og að því hún nefnir þessi tilsvör, sko. Ræðan sem hann hélt undir stefnur forsætisráðherra er örugglega leiðilegsta ræða sem hefur verið haldin á þinginu. Hún var alveg svo leiðileg, sko. Hún var mjög leiðileg. Þannig að já, ég hver var að halda ræður hjá ykkur? Þórdís Kolbrún. Já, einmitt, já. Og Hildur eitthvað. Já, og Hildur. Eitthvað núna
hveitibrauðsstaðan búnir Já, þetta var nefnilega, það var spanki henni undir stemraði sko. Já, en síðan voru þeir ekkert búnir sko. Ég held fyrir ári síðan sko, þá var ég meira svona kristilegum nótum og svona. Já, þetta var einmitt, þetta oft leiðilega það sem kemur á óvart hvað margir þingmenn eru ekki beinilnis góðir að tala í pontu Já, ég sammála þessu ég meina þetta ekkert, ég er ekki að hugsa einhvern sérstakann, ég bara svona að minnst það kosti ekki mig Þú ert að hugsa einhvern sérstakann, þú ætlar ekki að Nei, þú veist, það eru svona nokkri þingmenn sem eru bara mjög duglegir að vera í salnum og eru bara frekar góðir að tala þú veist, þetta bara kemur einhvern veginn náttúrulega þú ert manneskja og þú ert að tala við einhvern veginn salinn og ráðherrann kannski Sigmar geggjaður Já, mjög góður Já, mjög frambarlegur, sammála Bryndís Haralds Já, einmitt, hún er mjög fín sko maður skilur ekki að vera þingmaður bara alltaf að koma um pontu og þú getur bara ekki lært þetta Ég held samt, ég ætla að gefa sko nýlegunum smá breyk af því að það sem að þegar þú byrjar fyrst Þú þarft að venjast þessu sko Sko þetta venjast þessu til dæmis að geta ekki áherspa fólk beint þurfa alltaf að beina orðinum til forsetans tala fólk með fullu nafni þetta er svona smá kunst og verður smá svona Já, en ég held að gallinn sem sumir gera er að þeir eru ekki nógu virkir strax frá upphafi heldur, þú veist, eru þeir lengi að koma sér inn þú veist, að þú þarf bara að drullast til að taka þátt í mikið af umræðum og þá bara kemur þetta Jakob, ég er farin misbyður mér að öllu leiti og ég er farin Herðu, gott að sjá þig, við höldum að þess áfram Jakob Guð blessi Nú getum við byrjað að tala illa Diljá Guð blessi ykkur 5 atriði sem er óþolandi fyrir mig go Já, nákvæmlega Herðu, í fyrsta lagi Nei, hérna, sko, já, ég ég þóla hann ekki maður Hún er náttúrulega óþólandi Já, ég veit ekki, ég er peppaður fyrir þessari ríkisstjórn, sko Já Hún kemur inn í þessa svona, hvað við að segja anti-woke bylgju sem er einhvern veginn allstaðar í heiminum Já, einmitt Komin hingað líka, sem betur fer Já Ég held að það er sko ótrúlegt að fylgjast með því hvað þið eru búin að vera að gera þetta vel að einhvern veginn grípa hann að bolta án þess einhvern veginn að verða að fá þetta í því sko. Já, sko þú veit ég held raunverulega, þú veist þetta verður alltaf svo mikil klísi, eitthvað samhent ríkisstjórn eitthvað, við erum svo sammála allt eitthvað, þú veist þetta er alltaf eitthvað svona, mér leiðir svona tala oft en þú veist, ég held samt raunverulega að fólk sé bara ánægt með það allavega, þú veist, ríkisstjórnin bara svona einhvern veginn setur eitthvað mál á dagskrá og bara svona afgreiðu þau þú veist, það er alveg eitthvað nýtt fyrir fólki allt í einu, þú veist ég held að fólk sé peppaðast fyrir því sko, bara nice, þeir eru bara að gera hlutina skilur. Já, það er allavega aldrei sagt sko, þetta eru mismunandi flokkar en fyrstu 30 sekundunar af öllum umræðum öll stjórnmál fara ekki í að segja já, við erum náttúrulega ríkisstjórn sem að spannar allt hið pólitíska litróf og maður er bara guð við erum með stjórnarsáttmála sem að við höfum listað út verkefni eitthvað bara please það er líka sko fyndið, ég reyndar hefði viljað að Diljá væri en að meðan ég myndi segja þetta því að sko sjálfstæðarflokkun er líka mann að vera vangbrotin einhvern veginn veit ekki alveg í hvað fótinn er að stíga sko. Nei, mér finnst það svolítið svona skrýtnum stað í alvöru, bara svona ég átta mig ekkert ofta á því bara hvað þau eru að gera sko, eða svona hugsa eða hvað þau vilja sko. Þau eru að prófa að spyrja það bara eitthvað þingir bara, hvað eru þið að gera á daginn? Ég spyr kannski Diljá sko, hún er svona besta vinkona mín hana svona, og eru þau bara með einhverja stefnu og svona nei, þú veist, ég held að ég sé bara skrýtnum stað, þú veist, þú voru með einhvern formann ógeðslega lengi og síðan kemur einhver formannslagur og það er hnífjamt og önnur þeirra vinnur og það bara tekur tíma held ég að finna einhver takt sko. Getur þetta ekki verið að sleika sárin lengi? Nei. Það er svo mikið í gangi. Nei, en þú veist ég held bara við höfum ekkert verið með svona stjórnarandstöðu áður þú veist þetta er svona einhvern veginn sjálfstæðisflokkur, framsókn, miðflokkur ég held að sé allir bara svolítið reyna að finna sér í þessu hlutverki sko. Já, ég held bara einhvern veginn að sko, það var alltaf sko, sérstaklega þegar þetta byrjaði að þá var ótrúlega mikið bara að nú eru 8 ráðherrar í þessari stjórnarandstöðu sem hafa mikla reynslu, þau vita nákvæmlega hvernig það nýta og svo kom bara einhvern veginn bara svona og þeir taka minnst þátt í umræðunum sko. Þeir eiginlega nennaði minnst heldur, sko.
og já, það var alltaf verið að peppa andstöðuna svo mikið sko. Þetta verður alvöru stjórnarandstaða. Ég alltaf ekki búin að sjá það sko. Nei. En síðan að samaskapi sko, það svo auðvelt eitthvað, maður er ekki búin að sjá það þetta er nýbyrjað kannski 120 dagar búnir eða eitthvað, þú veist, ef það sko, hluti bara breytast helviti hratt líka, þannig ég held að það sé bara fínt að vera bara vinna að sínum málum og reyna að afgreiða þau sko. Já, hvernig er þetta með Oppu? Hún er að gera þetta svolítið hratt og vel. Já. Hvernig líst þér á þetta? Ertu sko, ef þú fer svona út í hugmyndafræðina eins og Dilja var að nefna áðan, þá hefur Viðreisn einhvern veginn breytt sinni nálgun á stjórnmáli svolítið mikið frá því að þið voruð í, ég segi þið núna, þú ert orðin ertu ekki orðin Viðreisna maður? Jú, ég meina, ég er aðstoðamaður Viðreisnar ráðherra. Þannig þú verður að vera það. Ertu sammála Viðreisn núna meira heldur en þú varst kannski fyrir kosningar? Það mér finnst þetta alveg hafa breyst sko. Já, örugglega, já. Ég myndi halda það. Eða þú veist, ekki fyrir, þú veist, hvað meinarðu? Bara svona að þú veist, undanfarna mánuði, þá hefur tónninn í Viðreisn breyst mjög mikið. Já, ég held að hann hafi verið að færast í einhver svona ákveðna átt, hægt og rólega, sem ég er meira sammála sko. Já. Og þið eru þá að taka núna útlendingamálunum. Hvernig er hvað er nýtt í þessu? Við hverju eigum við að búast? Heyrðu, það er ógeðslega gaman að þú skildir spyrja. Nei, við erum náttúrulega, þú veist, það er ótrúlega margt sko, illa farið í þessum kerfum sko, eins og fangelsismálin, það er bara eitthvað, þú veist, þeim hefur bara ekki verið sinnt sko. Þannig við erum að fara að byggja fangelsi. Var ekki Guðrún Hafsteinsdóttir sem að ítti því á stað? Jú, hún var eitthvað að byrja að pæli því og en var náttúrulega ekkert búin að fjármagna það eitthvað alveg sko. En ég er, þú veist, eins og ég sé þetta sko, en hún hefði kannski getað gert það með lengri tíma sko. Þetta er ekkert skot á hana sko. Þannig að við erum að fara einhvern veginn að það er verið að klára fjármagna það og bara fara í það. Samanskapið bara reyna að finna eitthvað aðeins út úr þessum málum. Síðan er verið að fjölga þessum lögreglumönnum og fjölga í náminu líka sko. Og síðan er verið að bara, já, taka mislegt gegn dvalarleyfin. Við erum núna að endurskoða þau og það er allt svona eitthvað, þú veist, margt skrítið gangi þar held ég. Þetta er alls konar svona, nálgunabannið, það er stemning. Já. Það verið að taka eins og því. Þetta eru svona ýmis mál. Þetta er líka svo ótrúlega fyndið sko, því að þessi mál voru alveg líka í gangi fyrir kosningar. Sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera í þessu ráðuneyti í mörg ár. Það bara skildi ekki af hverju að væri allt í ólestri. Það bara voru alveg brjáliðir, bara þetta er allt í klessu hérna hjá okkur. Já. Og maður var bara eitthvað, já, gera eitthvað í því. Já, ég meina það. Ég er svona, ég veist það pínu fyndið sko. Og sama tíma, þú veist, finn ég alveg til með þeim sko. Það var afgið? Já, þú veist, bara einhvern veginn. Já, ég veit það ekki, þú veist, ég er ekkert vorkennaði með ekkert sko. Þú veist, þetta var náttúrulega mjög skrítið allt saman. En þú veist, ef þú lítur á eitthvað sem er risavaxið vandamál og það er ómögulegt að leysa það í ríkisstjórn sem þú ert í, þá getur ekki bara hangið þessari ríkisstjórn og verið alltaf að kvarta undan þessu vanda, sko. Nei, nákvæmlega, það var svona eiginlega mitt teika á þetta. En fyrir mig Lukas, ég ætla að spyrja eiginlega í samhengi við þetta, sko, síðan spurningin. Varst að segja bara eitthvað út í lofti með þennan lögregluskóla eða er það eitthvað sem þið eruð raunverulega að pæla í? Það er ekki verið að breyta því neitt, sko. Ég bara fór að pæla í þessum daginn, bara djöl stemning, hvað er það? Nei, ég held að væri betra, skilur ég, að ég væri spenntari fyrir því, sko. Ég held að líka. En ég hef ekkert rætt við neitt sem er að kenna í þessu námi eða neitt, þannig að ég er óábyrgt, þetta er fyndið, sko. Núna heldur kannski einhvern sem bara hlustaði að byrjun, þau eru að fara að gera eitthvað með lögreglu, sko. Nei, það þyrfti einhver staðfest eitthvað því. Nei, ég er alveg sammálaður samt, sko. Mér var svolítið skrítið þegar það var farið í þetta lengra lögreglunám, sko. Og átti þá að síja einhverja valdabrjálæðinga eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, það er líka bara út af því að lögreglan þetta er, þú veist, sérstakt starf, þetta er sérstök kennsla líka, þú veist, þú þarft alveg að kunna eitthvað ákveði í lögfræði en þú þarft ekki að kunna það á bókina endilega. Þeir eru þetta meira bara verið að segja þér bara í svona aðstæðum, það mátt þú gera þetta og þú mátt gera þetta en ekki þetta eða eitthvað svona.
ég veit ekki hvernig þetta fer fram en ég meina ég hefði bara haldið að það getur verið bara einhver sérstakur tími bara, sérstakt hús utanum þetta bara bragur yfir því. Mér finnst það reyndar sko núna, ég er búin að vera að taka eftir þessu, löggan er miklu sýnilegri, hún er miklu meira en ég var hérna að labba niður í bæ eftir þessi stungu ára þannig þegar að dyra var það hérna mafjónu voru eitthvað í einhverjum erjum þannig að þá bara miklu meira sýnileiki, miklu meira af svona óeinkennisklæddum eða svona óeinkennis hérna bílum sem að hérna er ekki merktir og ég veit það ekki sko, ég hef alltaf verið ég rætti þetta einhvern við Brynjar Níelsson hérna svona meira lögregluríki og eitthvað þannig, það mjög miklar áhyggjur af því en svona með við stemminguna þá verði ég bara viðurkenna, ég er svona já, mér finnst þetta alveg make a sense. Já, það gerir það sko og ég held bara sýnileiki löggunar sé alveg mikilvægur sko, þú veist, það vill náttúrulega enginn eitthvað líða eins og sko lögreglan sé alltaf að fylgjast með þér en þú veist, hún er ekkert endilega því, ég held að það sé bara fínt að hún sé svolítið sýnileg og fólk viti af henni sko, það er einhver forvörn í því sko. Þetta er það sem að Brynjar Níelsson talaði sko, það voru nokkur hérna, hvað erum við að fara að eldast við grashausa sem eru að fá sér haus í hljómskálagarðinum við erum ekkert að tala ykkur við erum að tala skipulega brotastarfsemi það er, eins og segi, stemmingin bara frá þessum stutt tíma hefur breyst svakalega sko. En já, við spáum í hvernig þetta fer við þurfum að taka þetta fljótlega aftur Valkyrju elskendur endilega, en það ekki, ég er til í það takk aðeinslega fyrir að koma, hangið það næst takk sömuleiðis. Don't take refuge in the false security of consensus. My own opinion is enough for me, and I claim the right to have it defended against any consensus, any majority, anywhere, any place, any time.